Nei, verið velkomin aftur. Við erum live aftur hérna og seinni hálfleikurinn að byrja. Nú, það var ein skipting hjá okkar mönnum, en Títt nefndur Dúri kominn inn á í staðinn fyrir Willum. Og það voru Víkingarnir komnir í hörkusókn hérna, en við náðum að hreinsa þetta í burtu og þarna nú brotið á Gísla enn og aftur. Arþór Ari kom inn á fyrir Willum, já. Og í kaffipásunni hérna í hálfleik vorum menn að vilja fá Svein Aron og eða Arnór Gauta inn á fyrir sóknarmanninn okkar sem hefur verið hálf bitlaus og vankalaus í þessum fyrir hálfleik. En skulum sjá hvað setur. Og vonandi að Gústi hafi lesið rækilega yfir hausamótunum með mönnum því að það var ekkert að frétta í fyrir hálfleik. Og Víkingarnir, þeir breyttu liðið sín ekki neitt. Það var Sölvi Geir. Og hvað gerir Sölvi hérna? Sendir stuttan hérna á Túfi Gits. Túfi Gits en Andrar Njómar stoppar hann og Aron Bjarnason kemur líka. Og þá var það mikil barátta hérna en Víkingar ná að koma þessu tilbaka. Það er Sölvi Geir. Sölvi Geir færir hann aftur, liggja núna 2 Víkingar. Og dómari lætur leikinn halda áfram en annar Víkingurinn staðinn og Halldór Smári sparkar þessu út af. Og það er Davíð Örn og Túfi Gits sem að liggja. Nú, staðan í hinum 2 leikjunum er þannig að á Samsung-vellinum eru Stjörnumenn 2-0 yfir gegn Fylkismönnum og Grindvíkingar eru, það eru 1-1 í Grindavík Valur. Aron Jóhannsson kom Grindvíkingum yfir en Patrik nokkur Pedersen jafnaði metin úr víti. Og hér í Kópavogi 0-0. Og þá koma Víkingar, Halldór Smári með langa sendingu upp í hægra hornið en Jonathan Hendricks gerir þetta ákaflega vel. Kemur boltanum, sparkar honum í Víking og fer út af, fær innkasti hérna, Jonathan Hendricks. Og líka búin að taka þetta innkast, það er Viktor Örn á Damir og þetta er slæm sending en Damir nær þessu. Davíð Kristján núna sendir fram völlin en boltinn nær til Arons Bjarnasonar og hann gerir árás hérna á Sölva. Sending hérna á Dúri með skotið í fyrsta og rétt fram hjá markinu. Já, Arþór Ari strax búin að gera sér líklegan 3 mínútum eftir að hann kom inn á. Þetta er besta færi Blika í leiknum. Þarna var sending frá Aroni Bjarna inn á Arþór Ara sem var í rauninni í dauðafæri alveg á vítateigslínunni. Skotið þarna rétt fram hjá. Það hefur verið kærkomið að fá markina strax í upphafi síðari hálfleiks. Víkingarnir taka hérna markspyrnuna. Hendricks í loftið en Nikolaj Hansen, hann er ógulega sterkur í loftinu fyrst með einhvern veginn. Og Hendricks snýr hérna og sendir í 8 Víkingsmarkinu en Halldór Smári nær hann þessu. Boltinn ennþá inn á. En Arþór Ingi, hann sparkar þessu eins og út af. Það var það Gísli á Jómann. Jómann tilbaka á Damir. Damir til vinstri á Davíð Kristján. Og Viktor Örn hérna. Og Jonathan með hann aftur á Elvar, á Jómann. Andrar Njóman skilur hann eftir fyrir Elvar sem kemur nú á Viktor, fær hann aftur hérna Elvar. Þá Damir. Davíð Beikar reyna að fá Víkingarna framar á völlinn og þá var það Viktor Örn. Aftur á Davíð. Aron, hann fyrsta snertingin Jesús Kristur. Hún virðist að fara í kúluna á löppin á honum þarna. Boltinn fór svo hátt upp. Og þá var það Víkingarnir, Túfi Gits hérna, Arþór Ari gerir þetta vel. Fer fyrir boltan,
Davíð eða Damir. Annað hvor. Og búið að Davíð eitthvað, ég sé ekki neitt hérna hægra hóðinu. En Gunnleifur með hann, kemur hún á Elvar. Já, nánast hálfa leið, þá voru það Andri Hrafn Jómann, Elvar hérna með sendingu og beint á milli tveggja víkinga. Og Blikar hérna bara í rólegheitunum tilbaka núna. Þá falla víkingar aftur, leyfa Blikarum að koma. Andri Hrafn Jómann inn á miðunni á Viktor, nei, hætti við, gefur hún til hægri á Hendriks. Hendriks á Gísla, fær hann aftur hérna Hendriks. Og fær hann aftur, hrekkur einhvern veginn á honum, þá á Gísla, Gísli sendir á Aron í fyrsta, en skoti rétt yfir dauða færi. Jæja, það allavega komið 2 skot á markið. Já. Svona. Þarna þurfti Aron einhvern veginn að pikka boltan, hann náði ekki að leggja hann beint fyrir fram að sig, heldur þurfti hann að sækja hann aftur fyrir sig. Og þetta var ákaflega gott færi, hann var inn í vítategnum, skaut boltanum framhjá. Og það var það Andreas í markinu sem ætlar að spyrna þessu frá. Viktor Örn, nei, næri ekki vinna þennan, það er alltaf Nikolaj Hansen. Og hérna er Rikki T. Viktor mætir, þá var það þessi hérna Linnett hérna, Páll, þetta ekki. Og boltinn inn í tegin hérna, hvað gerist núna, Blikar skallað í burtu. Viktor, hann vinnur ekki neinn einví. Og víkingar halda áfram, Davíð Örn Atlason gegn Davíð Kristján. Sendingin flott í honum inn í tegin og Hendrik skallar þetta, reynir að skalla þetta áfram en hitt hann ekki alveg, kannski sem betur fer því að Arþór Ari náði honum. Og þá var það Gísli með smá pláss, nei, víkingar setja strax pressu og Gísli með sendingu hérna á Arþór. Og víkingar eiga innkastið. Og það Alex Freyr. Alex reynir að Blikar þjarma honum en setja boltan út af hérna. Og Arþór Ingi kastar þessu langt inn á vítateigssvæðið og Elvar nær að skalla þetta í burtu. Arþór Ingi hérna með sendingu, eiginlega skotsendingu. Það er barátta hérna Davíð Kristján og Dúfigits. Og Davíð Kristján brýtur, nei hann brýtur ekki á hann, þeir fá innkast hins vegar. Víkingarnir. Rasmus setur hann hérna aftur fyrir sig, Rodrigo. Sorry. Af hverju alltaf búin að setja hljóðið á? Ég er að hvort að útsetningin okkar virki. Já. Og við erum með alla leiki í gangi, en inn á vítateiginu þarna eru Blikar í smá basli, Rikki T leggur hann út hérna á Bjarnar Pál. Sendingin inn í tegin frá honum og hvað Gunnleifur nær hann þessu. Ég ætla að segja hann að vera að dæma þetta, dæmir markspyrnu. Alex Freyr, þarna, hann er mjög duglegur að dýfa sér og var að reyna að sækja vítið þarna. Fleygði sér á móti Stjörnunni, fleygði sér núna. En Ívar dæmdi ekki víti. Það var markspyrnan frá Gunnleifi og af hverju steinleikur á þetta? Já, eitthvað færið í hausinn á honum þarna. Gat ekki betur séð að það hafi ekki. Já, það hlýtur að hafa verið eitthvað. Alveg fáránlega fáir áhorfendur í Grindavík. Já, búa svo fáir í Grindavík, sko. Já, það var nú haldið að Íslandsmeistararnir myndu nú draga eitthvað með sér. Þeir eru búin að vinna á marga leiki, svo. Já. En hérna í Kópavoginum, staðan er þá 0-0, Gunnleifur með markspyrnu á 50. mínútu. Jonathan Hendriks á Arþór Ara. Arþór inn á miðuna á Jómann. Jómann með vonda sendingu beint út af. Víkingar eiga innkastið. Arþór Ingi tekur þetta, kastar þessu langt fram hérna á Alex. Elvar
skallar þetta beint af höfðinu á, nei, hann skallar þetta beint frá fæti Alex og það er dæmdur háskaleikur, það ég held. Og Arþór Ari hérna í baráttunni en Ríkti nær að flikka þessu á Alex og Alex núna gegn Elvari. Andref Jóman kemst í milli þarna, þá Gísli nær ekki að koma þessu á Arþór Ara og þessi út af, Blikar eiga innkastið. Nei, Blikar eiga ekki innkastið. Hvernig ósköpunum gat hann ekki? Jú, nú dæmir dómarinn, hirðir á honum völdin og það var að Gísli, það brotið á honum hérna, ekkert dæmt. Og Gísli orðinn ákaflega pirraður á þessu, það er alltaf verið að fara aftan í hann og þarna Þókits hoppaði það bil 12 cm held ég. Misti á þessu skalleifi, Davíð Atlason núna, Aron Bjarnason eftir hann, þá var það Túfi Gits gegn Davíð Kristjáni og Aron Bjarnason duglegur að vinna tilbaka hérna en selur sig hérna og búið að dæma brot. Davíð Atlason dæmdi brotlegur, brýtur á Aroni Bjarnar. Já, Sölvi Geir hirði boltan af Tókits. Þá var það Gísli á Tókits. Leggur hérna út á Andri út til hægri hérna Hendriks. Og hvað gerir Hendriks? Leitar hann á miðjuna hérna. Reynir að finna hennan, þeir fara tveir í tæklinguna hérna. Víkingarnir sýna mikinn kraft og dugnað Víkingar. Og Viktor vinnur boltan vel hérna af Víkingunum. Gísli enn og aftur farið í Gísla og það er Alex Freyr. Nú hlýtur hann að fara í bókina. Þetta er örugglega sjötta brotið í þessum leik þar sem Víkingarnir strauja Gísla eftir hann er búinn að annaðhvort gefa hann eða er á leiðinni að fara að gefa hann. Óþolandi að horfa á þetta. Dómarinn skulle ekki búinn að grípa inn í fyrr. Meira þess að klæddur úr skónum þarna með þessari tæklingu. Hvað er Gústi að hugsa? Hann er að hugsa, ef að Tókits skorar ekki núna, þá tek ég hann út af. Já. Þessi bolti er ekki nógu góður og Gísla en Víkingar koma þessu frá í hotspyrnu, nei, í innkast við hotfánan. Gísli fær boltan. Brotið á Gísla þarna, flautað aukaspyrnu, það er ekki hagnar, jú, loksins kom aukaspyrnan hana. Já, þarna var klaufarætt brot hjá Bjarna Páli, Gísli var á leiðinni út einhvern veginn úr svæði en Bjarni steig á hælinn á honum. Gísli kemur þess á Hendriks með sendingu inn í teginn en þetta fer að varnarmanni og í hotn. Jæja, Damir, Elvar setið smá malt í þetta. Ætlið þið séu í keppni í markaskórun, Damir og Elvar? Já. Það er 1-0 fyrir Elvar. Já. Kemur sendingin inn í teginn og þetta er hvað? Nei, Sölvi Geir skallar þetta í burtu. Og Víkingar ná þessu. Sölvi Geir er óhemju sterkur í vellinni. Davíð Kristján nær að koma þessu í burtu. Ekki nógu vel þarna, búið að dæma eitthvað. Það sést að það verið hendi á hann, en Sýndist nú ekki. mér sýndist ekki. Ég man að vera að dæma eitthvað annað. Og að dæma aftur brotið á Gísla, þriðja brotið á Gísla núna á 1,5 mínútu held ég. Sveinn Aron að gera sér líklegan. Ég ætla að skjóta á það að sé Tókits sem kom út af.
Davíð Kristján núna með sendingar fyrir, möguleika en hann ákveður að fara í, flott sendinga eða hvað, nei. Já, búið að dæma brot. Enn eru Víkingar að fara í blikana eftir eru búin að spyrna boltanum frá. Já, leikar að gera skiptinguna, þetta koma væntanlega með hana eftir þetta eða hvað? Sendingi frá Gísla inn á teginir, flott þarna og hvað? Nei, þarna vantaði smá pung. Og nei! Elvar Freyr og Andri Arn Jómann töluðu ekki íslensku þarna, hvoru annan. Aron Bjarnason reynir að brjóta Alex, gengur ekki, kemur síðan aftur reynir að brjóta á honum og brýtur á honum núna og fær væntanlega gula spjaldið. Já, þetta var einstaklega klaufalegt þarna. Andri Rafn Jómann var við það frá munda skotfótinn þegar Elvar ákvað að taka tönnsið. Já, Sveinn Aron Guðjónsson kominn inn á fyrir Tókits. Og Víkingar eiga hér aukaspyrnu á hættulegum stað því að þeir eru með fjölmarga stóra menn inn á vítateign núna. Hvað gerir Víkingarnir? Sendingin inn í tegin. Sölvi Geir hérna í baráttunni. Viktor Örn Margeirsson og það hlýtur að vera þórn ekki út af. Nei, boltinn er ennþá inn á. Arþór Ingi með sendingun inn í tegin. Gunnleifur grípur þetta listilega vel af höndunum, af hausnum á Nikolaj Hansen. Gunnleifur núna neglir þessu fram og þetta fyrir væntanlega bytt til markmannsins eða hvað. Arþór Ari. Nær hann þessu, Arþór Ari. Já, næst að ekki að koma sér í skotfæri. Leggur hann út á Gísla. Gísli, hvað var þetta? Gísli skaut á markið sem er út á Smárakarsvelli. Hann eiginlega fór í... Nei, hann skaut í markið sem er hann við sporthúsið. Boltinn fór í beint í... það mark. Beint í hornið þar. Ég hefði að tala við hann Ómar og láta hann taka þessi mörk þarna sem að... Er ekki sama flokkið þú, hann Ómar? Jú. Getur ekki hans talað við þér? Hann þetta... Það var gríðarlega truflandi áhrif þessi mörk sem eru hérna 39 metra í burtu. Já, það sýnist reynda að vera nær 70 metrum. Jæja, Víkingarnir taka þessi markspyrnu. Við erum alltaf búin að eiga 3-4 skot á markið þessu seinni hálfleik, það er meira enn í fyrri hálfleik. Og þá koma Víkingarnir, Sölvi Geir hérna. Hvernig væri þú myndir klúðra þess? Hann táar hann inn fyrir hérna. Gunnleifur, grípur. Gunnleifur núna kastar þessu, rúlar þessu rólega út á Damir. Davíð Kristján á Andra Jómann, þá Damir. Damir á Jómann aftur. Jómann kemur núna framöllin. Leitar núna Samir að Gísli hann aðleitt á miðjunni. Viktor Örn eiginlega bara í þriðja hafsend þarna. Ekki mikil sóknarókn í honum. Og brotið þarna. Nei, Já, ekki dæmt hann að vittlust innkast en ekki dæmt heldur. Víkingarnir halda áfram. Andri Rafn Jómann vinnur þetta. Kemur á Gísla, Gísli nær þessu. Hvað gerir Gísli núna? Gísli reynir að finna Samherja þarna, finnur... Aron í fyrsta! Aron Bjarnason! Hefði getað skotið hann þarna í fyrsta en ákvað að taka tjekkið inn og þá var ekkert úr þessu. Davíð Örn Atlason las þetta eins og opna bók. Og þá Alex Freyr hérna með heilmikið svæðin á miðjunni en Viktor mættur og þá verða Rick T. hérna úti hægra megin, sendir inn í tegin og þarna er Jonathan Hendricks og Nikolaj Hansen í baráttunni. Hansen er höfðuna hærri en Hendricks þeim er klókari. Þá er það Arþór Ari og kemur hann aftur á Hendricks. Hendricks núna lítur að gefa hann tilbaka á Elvar, já. Elvar með þess langa sendingu hérna, þetta er ekki góður bolti. Hárréttur dómur. Já. Þannig hoppaði Davíð Kristján óboðslega hátt. Þetta gömul fimmleikastjarna. Og Túfikins beygðus undir hann. Vitandi það að hann myndi fara í einhvers konar heljarstökk þegar hann myndi lenda. Og Ívar dæmdi aukaspyrnu. Það var það Damir. Á Davíð aftur. Damir. Ætlar eitthvað baka á Gunnleif hérna, við finnum enga möguleika fram á við.
Viktor Örn að sækja hann. Og nú eru bara 3 hérna öftustu í varnarlínuna, spilur hún sína milli nánast. Þá kemur Davíð, hún leiðir stóið, kemur hún framöllin. Arþór Ari alltaf til í hlaup. Og þetta var vel þess virði að taka sensin á að danski markmaður myndi missa hann. Þetta aðeins hans annar eða 3. leikur í Pepsi-deildinni. Og Arþór Ingi með snaggarlega hælspyrnu, sýnir þarna mikla tækni. Þetta svona hælspyrna eins og svona gamall afi gefur tilbaka á barnaböndin. Nú það Sölvi. Og Sölvi þarna gert hjá Svein Aron að láta finna fyrir sér. Nú búið að dæma brot á Jómann eða ekki. Já, Sölvi mátt alveg meiða þig aðeins hérna. Sölvi Geir lagstur. Sveinn Aron gerði það sem að Tókits gerði ekki. Það láta finna fyrir sér. Og getur vallast í fótinn, hann Sölvi Geir Óttarsson. Já, ekki núna, eins og þetta svona 25 sekúndur, þá getur það. Hann ekki að spila fótbolta í fyrsta skipti. Það er aukaspyrna sem Víkingar taka stutt og Davíð Örn Atlason fær hann hérna. Kemur hann út til hægri á Túfikits, fær hann aftur síðan hérna Túfa. Nei, Davíð, næra sendingunni fyrir tegin, nei, Davíð Kristján nafnið hans hérna fyrir og hann flaggar og það er hornspyrna. Staðan í hinum leikjunum þannig, skal við ykkur segja. Stjarnan 2, Fylkir 0, Grindavík 1, Valur 1 ennþá. Enn á, Kópavogsvelli 0-0, 68 mínútur á klukkunni. Víkingar taka þessa hornspyrnu. Taka það væntanlega inn í tegin bara. Það er Alex Freyr Hilmarsson sem gerir það. Þetta er fín spyrna, fer hann fram í öllum og hvað ná að skalla þetta niður fyrir engan. Því að þarna voru Blikar á svæðinu náðu að koma þessu burtu, en þetta var hins vegar grunnsælegt hvernig Víkingar náðu 2 touchum inn í vítategnum á undan og þá er það Sveinn Aron í loftið, kemur þessu frá og Davíð Kristján ennþá lengra. Þá er það Gísli. Gísli nær ekki að koma boltanum hérna á Sveinn Aron og Víkingar spyrna þessu fram, en Gunnleifur lítur að grípa þetta, gerir það. Við höfum ekki náð skyndisókn svo hægt sé að tala hérna, þessi. Nei, þetta er nefnilega það sem að Víkingar eru mjög snöggir tilbaka. Já. Og verja sína línur mjög vel. Já, hérna er flott sending frá Jómann hérna. Og Gísli kemur hérna bak við. Sendir í tegin, en þetta er aðeins og fast þarna. Fyrir alla, meira þess að Hendriks nær hann ekki út í hægra megin. Það þurfti að vera meiri sveigur á þessum bolta frá Gísla til þess að Sveinn Aron myndi geta gert sér mat úr þessu. Og Víkingarnir taka henni innkastið, það er væntanlega langt fram völlin frá Jörgen. Og Jómann nær þessum hérna á miðunni, kemur hún á Damir. Damir allar tilbaka á Gunnleif. Þá koma Víkingarnir á flegiferð hérna. Gunnleifur kemur þessu langt inn á miðju. Vallarhelming Víkinga en Sölvi Geir. Skallar þetta, einn og óvareitur. Túfikits hérna, Andri Jómann gerir þetta vel. Og Gísli nær hún ekki, en Víkingarnir er innkast. Rétt fyrir aftan miðlínuna. Og þá var það Davíð Örn Atlason. Davíð núna á Davíð Kristján, en hann kemur á Jómann. Sjáðu hlaupið á Jónatan Hendriks. Hann fær boltan hérna og missir hann aðeins langt frá sér. Nær samt að koma boltanum út til hægri á Arþór Ara. Og Arþór með sendinguna út á Gísla. Gísli nær honum ekki í fyrsta eða hvað. Nei, ekki alveg. Býður eftir óvilappinu hérna. Og reynir að taka snúning og skotin það yfir. Já,
Gísli Eyjólfsson stórhættulegur alltaf þegar hann fær boltann á þessu svæði. Líklegastur til að skora. Og Víkingarnir taka þessa markspyrnu. Og það er Andreas Hansen spyrnir þessu bara beint út af. Já. Og þá er það Jonathan Hendricks tekur þetta innkast, kastar þessu fram á Svein Aron. Svein Aron tekur hann niður hérna, vinnur innkastið. Þá er það Arþór á Jonathan Hendricks. Sendingi frá Hendricks er góð og Víkingar bjarga þessu í horn. Það var flottur bolti frá Hendricks, beint inn á hættusvæði milli markmanns og hafsendar. Nú var það hornspyrnan Andri Jómann með hana. Hún er fín og Elvar hérna dansar upp á bakinu á einhverjum, ekkert dæmt. Þá var það Hendricks á Davíð Kristján, komum með þetta inn í teig. Gerir það, en Hansen skallar þetta burtu, þá var það Aron. Aron tekur núna skotið á löngu færi og þetta er yfir markið. Fínasta tilraun, enga síður. 4 skot komin í seinni, 5 skot komin í seinni hálfleik. Telur skotið hans Gísla á þann þegar hann skaut Já, í markið hinum megin. Þetta var skot. Er það ekki? Jú, það má alveg segja það. Til sannslega að færa. Þá var það Andreas Hansen með spyrnuna hérna. Rétt hefur það yfir vítalega í miðlínuna og Alex Freyr nær ekki að koma þessu á samherja. Og þarna er það Davíð Örn Atlason brotið á honum en Víkingarnir halda boltanum. Túfikits, en Blikarnir ná þessu. Það var Aron. Aron, hvað er þetta að gera? Leitin og eiginu allarhelming þarna. Já, Aron Bjarnason klaufið þarna. Misti boltan. Og það var innkast sem að Víkingar eiga. Og Túfikits fær hann hérna uppið hægra horninu, reynir væntanlega að ná í hornspyrnu sem hann og gerir. Nei. Markspyrna dæmd. Gunnleifur fær boltan hérna aftur frá Elvari, krefjandi bolti í rauninni. Gunnleifur leysir þetta vel og Víkingar skalla þetta. Það var Sveinn Aron en boltin fer á honum út af. Við höfum ekki glemma því að það er leikur á sunnudaginn á móti Val. Já, það er leikur á Hlíðarenda á sunnudaginn. Á gervigrasinu. Það er fyrst gervigrasleikur okkar. Já. Og já, 1364 áhorfendur. Það er mæntalega svona 1500 með frímiðum og öðru. Og hérna er það markspyrna frá marki Blika. Hvað tekur stúkan marga, munið það? Það er 1360, já. Það eru 1360 sæti í stúkunni og það er nánast öll setin, sumir með úlpunum sína reyndar. En þá koma Blikar, Jómann á Svein Aron tilbaka á Hendricks. Og Hendricks á Arþór Ara, Arþór á Andra Rafn Jómann. Hvað gerir Andri aftur með erfiða sendingu þarna? Og Arþór Ingi bara leikur fram öllin hérna, en missir boltan og það er Jómann sem er nær honum. Og Damir á Gulla, þetta er erfiður bolti. Gunnleifur gerir þetta ákaflega vel segi ég. Sölvi Geir nær honum hérna undan Svein Aroni. Sveinn Aron eltir hérna, gerir vel í þessari pressu, en Sölvi Geir gerir þetta líka vel. Kemur hann á Halldór Smára sem með langa bolta fram. Og þarna hefur hann Nikolaj Hansen lent eitthvað illa. Og Blikarnir er ekkert að sparka boltanum út af þegar hann er middur í bakinu.
Davíð Kristján með langan bolta hérna. Arþór Ari kominn, Sveinn Aron er hérna líka í hugmátt á eftir og Gísli líka. Gísli með hann hérna á Arþór. Hvað gerir Arþór á Arnó og Aron Bjarnason gengur ekki. Túfikins missir hann hérna og Aron Bjarnason nær hann núna í 1-1 stöðu. Fara nú á hann. Missir hann nú langt frá sér Aron. Skila honum, Gísli. Jonathan dauðafrí. Gísli. Náði ekki að koma sendingunni á Hendriks þarna. Gísli Eyjólfsson, þung snerting frá honum en hann nær bjargað þessu. Kemur hann á Elvar. Þetta er þolinmæðisverk eins og sagt er. Já, þá var það Jómann á Sveinn Aron. Sveinn Aron reynir að koma honum hérna í smá hlaupastöðu fyrir Arþór Ara en gengur ekki alveg en Blikarnir halda boltanum hérna Arþór og leggur hann út á Jonathan aftur. Jonathan með skot við vinstri og þetta fer á hverju? Þetta er maður stöngin! Utan við stöngin maður lifandi. Skot frá Hendriks með vinstri fór af varnarmanni og Andreas Hansen, hann fipaðist þarna í markinu. Var á leiðin inn þessi bolti. Þessi bolti var á leiðin inn en hann munaði hvað? 10 cm? Já, það eru 10 cm. Stöngin inn, stöngin út eða stöngin framhjá. Ára, Jómann tekur þessa hotspinnu. Skynsamlegt, spila stutt. Akkur ertu að svóla þarna? Ekki brjóta. Þarna held ég að Aron ætlaði að leggja hann út á Gísla sem var einn úti en Aron ákvað að reyna að sóla 2, það gekk ekki. Elvar var kominn í baráttuna. Davíð Kristján, hann langar að taka langt innkast en fær það ekki. Gísli fær hann hérna. Nei, þeir ná þessu. Þetta gæti orðið vesen. Damir hérna í kappnum fyrir Rikki T. Og Damir gerir þetta bara vel. Arnór Gauti það byrja að fara að gera sig kláran. Hver kemur inn á fyrir, hver tekur hann út af? Gíska Aron Bjarna. Hann er búinn að taka hérna 2 út af sem eru frammi. Já. Hann er ekki að vera að hrófla við liðinu aftarlega, held ég. Nei, alls ekki. Það var Damir, sáðu Hendriks hérna. Nei, þetta er langur bolti eða hvað. Nær Hendriks þessum. Nei, ekki alveg, fór hann að framhjá hann samt. Víkingar að gera líka skiptingu. Það er Aron Bjarnason kemur út af hjá okkur. Inn á kemur Arnór Gauti Ragnarsson. Spáði því að verði super sub í dag. Að því varst að tala Liverpool áðan. Já. Hvað væri gaman að horfa á þá spila fótbolta? Var ég að tala það? Þá var hérna Ég man ekki til þess. Þá var hérna einn maður sem heitir Super Sub. Það var David Ferglögg. Ertu ekki að tala Ole Gunnar Solskjær? Nei. David Ferglögg, rauðharður. Víkingar slotnir í gegn. Og hvað? Rikki T hérna leggur hann út á Nikolai með skot beint í fangið á Gunnleifi. Allt í einu Víkingar komnir í dauða færi nánast. Upp úr engu. Ein sending inn fyrir og bang og mark næstu því. Víkingarnir að gera skiptinguna sína eftir smá stund. Það er hinn gamli káringur, eða gamli, hann er eitthvað 17-18 ára gamall, Atli Hrafn Andrason að koma inn á. Þannig Sölvi Geir Ottesen lengst út í vinstri kantinum. Og núna hann kom nú stöðu. Nú kemur professional foul spái Gísli Eyjólfsson. Þetta er ljótt að sjá, þetta hlýtur að vera spjald. Það er því miður leikmaður sem er ekki í bókinni. Gísli má bara ekki fá boltann og ferð, þá voru þið búin að brjóta á hann. Já, leið. Þegar þú tekur skiptinguna, Atli Hrafn Andrason inn á. Ég er að vera klósta. Og það er Örvar Eggertsson sem er að koma inn á. Uppalinn í Hafnarfirði, hjá FH. Hann kemur hér bara út á kantinn fyrir Víkingana. Og
það er Viktor sem ætlar að taka þessa aukaspyrnu bara á miðjunni. Sendir út, nei, hann gerir ekki, hann sendir út á Elvar. Það gerir Elvar er með langa bolta fram og þar er Sveinn Aron sem kemst undir það en Arþór Ari fær boltan hérna á miðjunni og gefur síðan á Viktor. Viktor sendir arfaslaka sendingu hér beint á Víkinga og Víkingarnir sækja hér upp hægri kantinn og það er brotið. Davíð brýtur á og uppsker, brýtur á Örvari og uppsker hér gula spjaldið beint fyrir framan stúkuna og nú eru Víkingarnir ekkert að flýta sér. Byrjar að tefja. Heyrðu, hvað er að gerast? Og þeir taka hér aukaspyrnuna og hún kemur fyrir og góður bolti fyrir og það er Blikandi sinna áskatað í burtu en þarna náðu Víkingarnir góðu skoti eða, ég veit ekki, ágætis skoti. Já, Gísli truflaði þetta. Var ekki Túfikinn sem voru út af? Jú. Og Örvar Eggertsson kom inn á. Nú, ekki Alli. Nei. Það er vitlausar skýrslur í hérna. Örvar Eggertsson kom inn á fyrir Túfikins. Nei, það er ekki vitlaust. Ég las bara 19 þegar hann kom inn á hérna, nei, fór út af Aron nummer 19. Já. Nú voru Blikandi með innkast hérna beint á móti gömlu stúkunni og Arþór Ari sendir boltann tilbaka á Elvar. Elvar sendir inn á miðjuna á Viktor. Viktor sendir bara tilbaka á hann og þarna er Ómar með frambjóðandið inn. Já, sjáðu hvað hann er flottur gallið maður. Hann er flottur. Hilsa fólkis. Og nú er Sveinn Aron komið með boltann faran í hælinn og neðlega sending en Víkingarnir á að bæja hættunum frá í bili. Andrið með boltan út á kantinum gefur, nei, hann er ekki boltanum fyrir og nú er Jonathan Hendricks með boltan hérna alveg út í hotfána og snýst hann í kringu sig og nær boltanum fyrir en það er beint á Uss. Nú, fljóðum að hot fyrir þetta. Nei. Markspyrna, fjandinn. Já, boltinn var sennilega komin út af og já, 82 mínútur á klukkunni og staðan 0-0 fyrir þá sem komu inn núna. Og Víkingarnir með útspark. Vann Viktor skallabolta loksins. Verður sigurmarkið í þessum leik, þessi? Já, það kemur núna á 87. mínútu hjá Blikunum. Og það er Sveinn Aron. Vondur bolti, Gísli. Gísli tekur aukaspyrnu við, það var brotið á Dabba. Við erum að testa markmann, við erum ekki endur búin að láta hann verja bolta frá okkur. Nei. Darraðadans og tækling. Elvar ætlaði að fara í tæklingu við markmanninn. Næja, Andreas Hansen sparkar þessu fram og Nikolaj Hansen kemur þessu beint á Rikki T. Hvað gerir Rikki T? Hann snýr hérna á Arþór. Arþór út til hægri með flotta spilnu með vinstri á Örvar. Örvar í baráttunni gegn Dabba. Davíð hefur betur hérna og kemur boltan beint inn á miðjan á völlinn. Skrítið en gengur eftir. Arþór og Gauti. Gísli snýr en Víkingarnir vinna boltan á honum og þetta er stungusending á Nikolaj Hansen. Líkar ekki nógu fjölmennu tilbaka. Nikolaj með sending út í teginn og þetta er skotfæri hjá Víkingum. Flott skotfæri en beint út af í innkast. Já, megum ekki tapa boltanum þarna, heldur ekki þarna. Jonathan Hendricks með smá vesen.
og Andrján Jómann hérna sendir á Arnór Gauta. Hvað gerir Arnór Gauti? Hann með ferska fætur gegn Davíð Erni. Sendir á Svein Aron. Langar að fara í skotið aðeins fyrir, nærði ekki og missir á boltanum hérna Svein Aron. Halldór Smári sendir framvöllin og Davíð Kristján ekki dæmt hendi. Hvað að frétta? Börvar Eggertsson hérna sendir Damir Múmínovic í smá basli hérna en nær þessu. Og Jómann skiptir yfir til hérna hægri á Hendriks. Hendriks kominn í smá svæði hérna út í hægra megin á Arnór Ara, fær hann aftur og missir boltanum langt frá sér. Það er eins og völlurinn sem mjög hrukkóttur. Það er Viktor Örn á Davíð Kristján. Gísli. Tveir í honum. Gísli snýða báða á sér. Komin í skotfæri, lætur vaða. Þetta er inni! Dómari, þetta er fucking inni, maður! Það var langt í burtu, maður, línuvörðurinn. Þetta grínast í mér! Ég hef aldrei séð eins vel mark eins og þetta. Munið Frank Lampard á móti Þýskalandi HM 2010, þetta var sama dæmi. Boltinn fór í slána, niður og út, en boltinn fór svo greinilega inn. Gísli með ævintýralega gott skot. Þá verður eitthvað að rifast í Pepsi-mörkunum í kvöld. Já, mér sýndist það inni, sko. Pottþétt. Þessi bolti var allan tímann inni. Við getum meira sér að farið og bent á punktinn hérna, þar sem hann lenti. Davíð Atlason að fara í bókina. Jæja, þá færur einhver á bekknum spjald. Guðmundur Steinarsson. Já, hérna. Jæja, Damir, sendingir inn teginn. Og Víkingar skalla þetta aftur fyrir. 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Blikar með blóð á törnunum. Gísli skoraði mark sem var ekki dæmt gilt af því að línuvörðurinn var feitaball og netti ekki verið í línu. Brotið á Nei, þetta var Gísla, var það ekki brot? Jesús. Já, það er svekkelsi í þessum maður. Þetta var þvílík negla hjá drengnum maður og það skuli ekki... Þannig að stóða svona 3 metra fyrir utan. Já. Hvað er þessi línuvörður bara búin að skrauta? Það er ekki þessi falleg mann vera. Já, maður nánast þegir hérna, þetta er svo sjokkarandi að hafa ekki fengið þetta mark hérna. Það var sláinn inn, þrumu skot frá Gísla. Markið fekk ekki að standa. Ég trúi þetta hafi ekki verið mark. Þetta boltinn fór þannig, sko. Já, boltinn fór alltaf þannig. Alltaf. Gísli labbar fram hjá einum hérna. Og ætlar að senda hann hérna á Arþór, gengur ekki.
Kemur Sölvi Geir Ottesen hérna í skyndisókn, Víkingar núna orðnir 4 frammi. Arnór Gauti gerir þetta vel, kemst í milli þarna, fær bolta núna. Arnór, heppinn þarna, Davíð Örn Atlason, en Andri Rafn Jómann hirðir á honum boltan. Þá var það Jonathan Hendricks. Stutt eftir. Nú vantar mennin í boxi, það er enginn inn í teik, 5 mínútur eftir. Og þetta er flikk hérna. Gísli núna langar að fara í svaka skot, nærið ekki. Skot með vinstri, gengur ekki hendi frekar fyrir daginn. Já, annars umulegum dómara leiksins. Alveg hræðilegur dómari. Ég verð nú að segja alveg svo. Hvað segir þú? Þú ert næsir, þú ert maður. Það er bara eðlisfræðilega ekki hægt að fá bolta svona. Hann er alveg bara steinrunninn dómarinn núna. En Blikarnir eru með boltan hér og það er Jonathan, hann er með hann út á kantinu hérna, setur hann á miðina á Viktor. Hvað gerir Viktor? Viktor er leikur á boltan á Gísla. Gísli er núna að leika hérna beint á Jonathan út á kantinum. Og boltin kemur núna fyrir og gefur góðu bolti og Sveinn er ekki að skalla þetta en Víkingarnir á að skalla þetta í burtu. En beint á Jonathan aftur og hann sendir boltan hérna út í hornið. Fær boltan aftur frá Arþóri Ara. Arþór Ari sendir á, við náum að halda þessum bolta inni. Jonathan nær að sóla eitt þarna og gefur á Ella og Elli. Hvað gerir Elli? Elli sendir á Jonathan. Jonathan kemur boltan fyrir og fær boltan aftur hérna inn fyrir inn. Og þannig nær hann að verja alveg svakalega verið þarna Víkingsmarkmaðurinn og voru komnir í dauðafæri. Jonathan Glenn. Jonah. Og Víkingarnir nú er hotspinnu hérna úti. Maður er alveg eiginlega orðlaus ennþá. En það eru 3 mínútur eftir þessum leik. Að minnsta kosti og við eigum hotspinnu. Og það er Andri sem tekur þetta og nú hefur Stúkan tekið við sér og byrjuð að öskra áfram Breiðablik. Og Andri tekur spyrnuna fyrir, hann kemur lárbolti fyrir, Víkingarnir á að bjarga þessu í burtu, en ekki lengra heldur en það að Jonathan fær boltan hérna út á miðinni og tekur skotið og það fer í Víkingsvörnina og Gísli komur með boltan, sendir á Andri sendir hann fyrir, nei, nær ekki boltanum og Jonathan nær boltanum hérna og hvað gerir hann? Ekkert, en þannig að Davíð sýnir flotta takta, sendir út í hornið og Sölvi Geir Ottesen. En það er brotið á honum. Út í horni. Já. Og hann þeir eru ekki að flýta sér Víkingarnir. Og hann stoppar tíman hér. Eina viti sem hann hefur gert í þessum leik. Það er að stoppa tíman hér. Það er einungis sá tími og Víkingarnir ætla að skipta hérna leikmann og þessi bolti fer út af, nei, þeir ná að halda þessu inni og Viktor sendir boltan hér út á Jonathan og nú hendist Elvar Helga fram og Víkingarnir komið í boltan og hvað gerist ekki neitt, það er bara boltin tekin á honum og Davíð sendir boltan hér á Gísla. Gísli, hvað gerir Gísli? Hann ætlar að sóla en hættir við að fer inn og spilar inn á miðuna og sendir inn á Jonathan Hendricks og hann sendir á Arþór Ara. Arþór Ara með boltan út á hægri kanti, sendir inn á Gísla. Gísli sendir góða sendingu hér og Arnór Gauti, hann fer inn í teginn, gefur boltan fyrir og það er, þetta var alveg ótrúlegt en þannig náðu þeir að bjarga enn og aftur og það er mikið pressa núna á marki Víkinga og Arnór Gauti ætlar að taka hér langt innkast. Fleygja sér langt inn og
Elvar Helga búinn að koma sér fyrir og hann kemur undir þetta, boltinn fyrir inn fyrir og býtum við og boltinn kemur ekki, hvað gerist? Arnþór Ari tekur skotið og skot en Víkingarnir á að beðja hættunni frá og fer í horn. Mikil darraðadans þarna og það er Víkingur sem liggur eftir og ennþá nokkrar mínútur eftir. Sekundur eftir. Það er sekundur eftir. Ég skal segja ykkur það. Já. Grindavík er komið 2-1 yfir. Já. Og nú er spurningin að taka þennan leik og klára þetta. Og Víkingurinn, hann liggur ennþá þarna og hvað ekki, ætlaði ekkert að gera við hann eða hann liggur bara hann inn á teig, markteig. Heldur utanum, ég veit það ekki. Og það er ótrúlega að þessi leikur endar 0-0 eftir þennan darraðadans sem er búinn að vera hérna. Og hann er staðinn á fætur og haltrar þarna, og það er Sölvi Geir Ottesen sem að láða þarna niðri. Og kemur boltinn fyrir og hver er að skalla þetta? Og það er stöngin út af og það var Davíð sem skallaði í stöngina og út af. Þetta er ótrúlegt, frábær hornspyrna og nú sækir markmaðurinn bara boltan hann einhvers staðar út í sporthús í staðinn fyrir að taka boltan sem er í markinu og nú gera það skiptingu Víkingarnir. En við erum ekki að flýta sér að þessu Víkingarnir, en það eru þeir sáttir við 0-0 jafntefli og nú tekur markmaðurinn spyrnuna, sendir hann langa bolta fram og Viktor kemur undir þetta og skallar þetta í burtu og síðan kemur Víkingur að háa bolta hérna og ennþá Viktor að skalla en það er dæmt á Víkinginn. Þetta er nú bolta niður, já, svona já. Jonathan sendir boltan fram og þar er, hann sendir boltan fyrir, hvað gerist? Það er Víkingarnir ná að bjarga þessu og senda boltan hér í innkast og kemur, nei, hann er búinn að flauta leikinn af og staðan 0-0. Ekki úrslið sem við vildum en því miður svona er lífið og við bara minnum á leikinn á móti Val á sunnudaginn kl. 19:15 og það sem verður fjör á Hlíðarenda. Og hann verður í beinni og þarna er einhver reikistefna sem að menn út á velli við dómarann. Já, þetta er alveg með ólíkindum að þetta mark hafi ekki, að þetta hafi ekki látið standa. En hvað það? Við þökkum fyrir í kvöld, ég og Gauji. Hann er löngu staðinn upp. Og við þakkum fyrir og við heyrum síðar. Takk fyrir.